Velkomin aftur, við höldum áfram með föstudagsþáttinn, síðastu viðmælendurnir mínir í kvöld. Við ætlum að tala um jólastressið. Nú fer sá tími að fara í hönd þegar fólk fer að undirbúa jólin og síðan koma jólin. Og þó þetta sé nú gleðilegu tími þá vill að loða við að sumir finna fyrir vanlíðan og svona kannski dálítið miklu álagi. Og þess vegna fékk ég til mín 2 sálfræðinga. Það er hann Jón Viðarsson og Auður Friðriksdóttir. Þið velkomin, sálfræðingar hjá Sálfræðiþjónustu Norðurlands. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Er þetta ekki rétt sem ég var að segja hérna? Sko, jólin þau hafa í för með sér dálítið mikið svona tilfinningalegt álag. Jú, það er bara alveg rétt og við getum tekið undir það. Það er margt í gangi á jólin, það er áreiti frá auglýsingum, það er stress, það eru fjárhagsáhyggjur, það eru erfiðleikar hjá fólki sem hefur til dæmis misst ástvini og það eru alls konar svona hlutir sem eru í gangi á þessum tíma. Og finnið þið það í ykkar starfi að þetta er þetta háanna tími en jólin er svona törn hjá mörgum fyrirtækjum, er það líka þannig hjá sálfræðingum? Sko, það er náttúrulega erfitt að svara svo kannski beint út af trúna og þagnarskyldu, við getum náttúrulega ekki gefið dæmi frá stofunni sjálfri en svona almennt þá vitum við að því að streita og álag það getur aukið á ýmis vandamál hjá fólki og það fer kannski svolítið eftir því hvort þetta sé jákvæð eða neikvæð streita. Það fer það svolítið eftir upplifun einstaklingsins, hvort þetta sé eitthvað sem viðkomandi nýtur þess að gera en hvort það sé orðið hreinlega byrði og þetta fari að svona draga úr fólki. Já. Og það er þá væntanlega þá svona undirbúningur jólanna sem að reynist mörgum erfiður. Já. Það er svona pressa á fólki og hún kemur frá samfélaginu og frá okkur sjálfum. Þannig að það er gott fyrir fólk að vera svolítið meðvitað það að kannski setja sér ekki fyrir of mörg verkefni. Að ætla sér kannski ekki of. Eins og að þurfa kannski að baka þetta margar kökur eða smákökur eða að kaupa alltaf bestu gjafirnar og eyða rosalega miklum pening og svona að vera kannski stilla þessu aðeins í hóf og að tala ekki við sig á þann hátt að maður verði að gera hluti heldur hugsa frekar hvað mann langar til þess að gera og hvað mikilvægt fyrir mann sjálfan jólin. Er einhverjir ákveðnir hópar fólk sem eru berskjaldaðir fyrir miklu álagi en aðrir? Já. Það gæti kannski verið eins og fólk sem upplifir kvíða, þetta eykur á kvíðan hjá þeim og það kannski skýrustu dæmin eru kannski þaðan. Þeir sem eru með undirliggjandi vandamál. Já. Það er einmitt þetta, fólk sem er með undirliggjandi vandamál, svo eykst stressið að þá náttúrulega kemur stækkar vandina, hann verður meiri. En svo er þetta eins og Jón var að tala áðan líka svolítið viðhorfið okkar, hvernig við lítum á streitu. Er streita kannski bara góð og núna yfir jólin er hún bara tímabundin, hún er bara í nokkra vikur, þannig að kannski bara líka njóta þess að vera undir smá álagi og maður veit af hverju maður er að gera þetta. Njóta stundarna sem maður er að upplifa og taka smá tíma frá amstið dagsins í það að njóta þess að vera það sem maður er. Það er ekkert óeðlilegt að finna fyrir streitu. Alls ekki. Það er bara mjög eðlilegt og mannlegt. Vandamáli fylgja því kannski frekar þegar maður oft túlkar streituna og svona hún magnast upp. Já, það getur verið vandamál. Það skiptir líka svolítið máli hvernig maður bregst við en hvort maður slæðir hann á frest eða gengur í verkin og svona. Það skiptir svolítið máli að viðbröðin líka. Hvenær veit maður þegar stressið er orðið of mikið? Er eitthvað svona viðvörunarbjöllur sem hringja þegar maður þarf að fara aðeins að slaka á? Já, það er kannski hægt að nefna nokkra hluti. Það væri til dæmis ef að svefnin er komin í mikið ólag, ef maður er farin að finna fyrir kannski líkamlegum einkennum, þá kannski má maður svona stoppa við, þá erum við að tala kannski mikla spennu í líkamanum og svona, og hraðan hjartslátt og fleira, kannski eitthvað sem maður getur stoppað við. Kannski þegar maður er farin að sækja í mjög óhollan mat, það er mjög svona eðlilegt viðbragð í streitu að maður fer í sykur og drekkur meira kaffi og svona. Og líka þetta fyrir að hafa áhrif bara á daglegt líf og þína virkni í daglegu lífi þá kannski komið tíma á að minnka þess kröfurnar á sjálfa sig og reyna að gera svona svolítið sanngjarnari kröfur. Þetta eru þetta mikla kröfur eins og við sögðum áðan. Þetta er mikil törn líka bara á vinnustöðum hjá fólki. Það eru margir að vinna baki brotnu í desember og eiga á sama tíma að vera að undirbúa flottustu jól allra tíma. Mikla kröfur. Já, sko
við erum að ræða sko þessa 3 hluta. Þetta rauninni undirbúningur fyrir jólin, svo það jólin sjálf og svo eftir jólin. Sko þegar undirbúningurinn búinn, stressið kannski mesta farið, hvað tekur við þá? Janúar. Jólin sjálf, já, janúar. Það sem sagt, já, jólin sjálf, þar sem að maður kannski reynir að njóta og vera á staðnum og vera með fjölskyldunni og ætla sér ekki of, hafa raunhæfar væntingar hvernig jólin eiga að vera og síðan alltaf tekur við janúar sem að getur reynst mörgum erfiður líka. Jú. Það er sérstaklega mikilvægt kannski undirbúningum jólanna að gera sér kannski svona fjárhagsáætlun og sem sagt að gera ráð fyrir janúarmánuðinum, að gleyma honum ekki. Já. Það er svolítið að skipuleggja útgjöldin fyrir mánuðin. Já, hann er hluti af þessu öllu saman. Jú. Já. Jólin sjálf, eru þau að reynast mörgum erfið? Geta gert það, já. Það er alltaf einhverju sem hafa misst ástvinni og upplifa þá söknuð og mikla sorg. Og svo kannski reynir þetta líka fjölskyldura sem að fjárhagsstaðan er þröng. Að börn eru svolítið því kannski að bera saman gjafirnar sem þeir að fá og það getur verið kannski erfitt fyrir þau að skilja þegar þau ung kannski að eitt barn fær stóra gjöf og meðan það fær kannski minni gjöf. Mikilvægt að sýna smá hóf kannski. Já, áhugavert á nefnir börnin. Börnin eru nú oft svona, talað börnin sem jólin hátíð barnanna, en það er ekkert alltaf mikil gleði á þeim heldur. Nei. Hvernig sjáu þið mörg dæmi þess að börn eiga erfitt í kringum jól? Já, það er kannski svolítið eins og þú nefnir með að þau eru að bera sig saman við aðra og það er náttúrulega erfitt af því að maður er svolítið að setja sig upp þannig að það sé ekki jákvæður samanburður, manni kannski líður illa, maður er ekki að fá jafn mikið, eitthvað svoleiðis, að krakkar hugsa það. Það er kannski líka að gefa krökkum gjafir sem að hvetur mann til þess að verja tíma með þeim. Þannig að gefa og ala það upp í börnum að njóta þess að vera bara með fjölskyldunni sinni, ekki vera bara í einhverju dóti út í horni, heldur vera saman og gera hluti saman. Að gefa spil og spila saman eða gefa einhver tæki og kenna mannskinni eða barninu á það og eitthvað svona. Þessi fókus er meira á það. Frekar en stærð pakkan. Stærð og hvað þeir kosta gjafirnar. Þetta er svona oft þeir tíma sem maður best eftir þegar maður er fullorðinn. Það er þessi tími með fjölskyldunni sem er svo dýrmætur sem er svo mikilvægt að einblína á líka. Og nú eru því starfandi sálfræðingar. Er fólk að verða duglegra en áður að sækja sér sálfræðiþjónustu? Það virðist verið þá áttinni, já. Að fólk sé ekki eins feimið við það að koma inn á stofu og biðja um aðstoð sem er mjög jákvætt. Það er búið svona vitundavakning verið stærri í samfélaginu með geðraskanir og vandamál. Og það er engin skilyrði sem þú þarft að uppfylla til þess að leita til sálfræðings. Þú mátt fara til sálfræðings ef þið líður, hvernig sem þið líður. Já, akkurat, það er alveg rétt og að fólk bíði kannski ekki með það, heldur fari þegar þið kannski fara að líða eitthvað illa, fara að finna fyrir kvíða og svona og fari og leiti sér aðstoðar. Það er engin skylda að þurfa að mæta oft, kannski bara mæta einn tíma og aðeins fá að tala um einhvern óháðan aðila hvernig því líður. Mikilvægt er að undirstrika þar núna þegar þessi tími er að fara í hönd að fólk þarf ekki að vera hrætt við að leita til ykkar til dæmis. Frábært, gott að fá okkur í heimsókn. Eru þið með að lokum einhver svona kannski loka ráð til fólks fyrir törnina sem er framöndan? Já, það er kannski aðalega bara halda rútíninu sinni svolítið og passa upp á svefninn og mataræði og svona. Hugsa aðeins hvað skiptir mann í raun og veru máli fyrir jólin og vera ekki einblín á kannski það sem kostar peninga og svona, heldur bara hvað ég hef gaman af sjálf og hvað mér langar til að gera. Hvað fleiri sem getur? Já, bara vera svolítið í augnablikinu sem er að líða. Þessi árs kemur bara einu svona ári og það er mikilvægt að kunna njóta þess. Sammála, tekum undir það og látum þetta bara verða loka orðin Auður og Jón Viðar. Takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir okkur. Og þá verður föstudagsþátturinn ekki lengra að þessu sinni. Ég þakka kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst aftur að vikuliðinni. Verið þið sæl.